Felst einhver spenna, jafnvel háski í því að vera borgaraleg kona, búa í London, en skrifa á sama tíma mjög beitta pistla og gagnrýna þjóðmála á Íslandi svo svíður undan á köflum, að minnstakosti. Þetta spurning sem að ég velt fyrir mér nokkurt skeið. Kannski vitiði hvað þessar vangaveltur mínar hverfast, hvaða persónu ræðir. Hún heitir Sif Sigmarsdóttir og hún komin hér að Rauðaborðinu. Vertu velkomin, Sif. Takk fyrir. Það gaman að fá þig í heimsókn. Og gaman að koma. Já, það ekki. Við höfum aldrei hist áður, en ég hef fylgst með þér eins og svo margir landar mínir og við höfum átt bara svo maður upplýsið það í heilmiklum enga skilaboða samskiptum. Vissulega. Og stundum hef ég bara skrifað þér og flottur pistill og þú hefur verið að hvetja mig á einhver ákveðinni braut en aldrei hef ég mér alltaf fundist þú svolítið dularfull og svona í fjarskanum þarna úti og einmitt þú ert óhefðbundin að vissu leyti hvað varðar sem höfundur beittra skrifa og þannig að ef við bara byrja á því að við ætlum að ræða nýju bókina þína og ýmislegt fleira, en ef við byrja á þessari spurningu getur verið svolítið háskalegt eða svona einhver spenna í því að rata þá götu sem þú hefur ratað að vera eitt beittasti samfélagsrýnir Íslands langt árabil. En á sama tíma þá ertu eitthvað, bara svo skemmtileg og einhvern veginn, þú ert ekki svona grumpy old man að skrifa í skýin. Já, nú gaman að vera áleitin dularfull, það gleður mig að heyra, en það nú voða lítið dularfullt við mig því miður. Ég er ekkert endilega að reyna að vera voðalega beitt eða hörð eða leiðileg þegar ég er að skrifa pistlana mína. Það bara gerist. Það bara gerist, ég er bara svona leiðileg á náttúrunnar hendi. Ekki leiðileg. Ég er að reyna bara að skemmta og ég er að reyna að fá fólk til að hugsa þegar ég skrifa og jafnvel hlæja. Við höfum svo gott að því að hlæja. Og í háðinu. Í háðinu. Háðið er gagnlegt vopn. En svo líka finnst mér bara það er svo hollt að eiga í skoðanaskiptum og mér finnst þess að við þurfum að endur uppgöta listina að skiptast á skoðunum. Já. Og í dag er dálítið komin upp þessi krafa að við séum öll sammála alltaf og ef einhver er ósammálaðir þá er hann bara illkvitinn. Já. En við erum öll ólík og við erum öll með mismunandi skoðanir en okkur gengur nú samt alveg flest gott til. Já. Og við erum kannski bara með aðrar hugmyndir hvernig á að komast að sama marki. Og ég, það sem ég vil er að hvetja fólk til að skipta þessu skoðunum, gera það snyrtilega, kurteisislega og ég er ekki eins og að reyna að fá fólk til að skipta skoðun. Ég vil bara að við ræðum málin. Og mér finnst það vera hálfpartinn kannski deyjandilist að vera ræðum málin. Og svo ég var í viðtali á Agli Helgasyni og hann benti á þú ert eiginlega síðasti pislahöfundurinn. Og það var dálítið sjokkerandi yfirlýsing af því að ég man að þegar ég er að byrja fyrir 20 árum það var svo mikið af pislahöfundum og þetta var svona ákveðin blómatími í skoðanaskiptum og mér var svo gaman að lesa þá sem ég var ósammála. Mér fannst alltaf skemmtilegast og það fékk maður til að hugsa. Og mér líður núna svona eins og ég sé hálfpartinn bara síðast í geirfuglinn og það er bara tímaspörsmál hvernig ég dey út líka. Þannig að ég er svona alltaf að reyna bara að halda áfram að gera þetta svo lengi sem fólk nennir að lesa. Já. Og svo vona ég bara fleiri bætist í hópinn. Já, en þetta er mjög góður punktur finnst mér hjá þér krafanum að við séum að keimlíkri skoðun og mikilvægi þess að við veltum upp alls konar sjónarmiðum. Þú beitir háðinu. Ég kallaði beitta, ég lesti beitta en kannski myndu einhverja aðrir lýsa þær með öðrum hætti, sannarlega húmorísk. Mjög margir pistlar þínir fjalla einhver svona fréttnæm mál, álitaefni, svona current sem maður sletti, en þú setur málefnin mjög oft að einhverju leyti í
alþjóðlegt samhengi eða eitthvert samhengi utan landsteinana og fengurinn í skrifunum birtist kannski einmitt þar. Hvað segir þann punkt? Já, það alveg klárlega svona það sem ég að reyna að gera og ég að reyna að benda á í rauninni. Það svona skemmtilega, maður segir einhverja sögu frá fjarlægum stað að hún svona vekur kannski einhver svona hughrif og maður hugsar, þetta var nú astnalegt. En svo þegar þú beinir því að sjálfur og sérð þetta var í rauninni saga fólk í fjarlægu landi en það var líka saga þig. Já. Það alltaf svolítið sjokkirandi og svona, ég reynir svolítið að gera það. En svo svona þegar kemur að alþjóðlega vinklinum að þá finnst mér svona, þróunin svolítið þannig að öll þróun mjög alþjóðleg. Til dæmis maður horfir á pólitíkina hér og hún voða svipuð pólitíkinni í Bretlandi og Bandaríkjunum og það svona sem tísku sveiflast, þetta bara svona eins og föt sveiflast með tísku að pólitíkin sveiflast líka með tísku og nú þetta bara orðið einstaklega alþjóðleg sveifla. En það einmitt sko kunst að koma pislunum heim og þú ert með eitthvað sögusvið, kannski klippur á milli sögusviða og þú þarft að koma pislinum heim í lokin þannig að púslin sem þú ert búin að leggja á borðið þau raði saman í lokin. Hvernig það mjög mismunandi hjá þér af því að formið þú ert búin að mastera þetta form, þú ert búin að þjálfa þig mjög mikið í þessu formi. Kemur þetta stundum alveg bara í einn töku og skrifa sér sjálft eða eru aðrir dagar eða vikur þar sem að þú ert sko lengi að hnoða saman því sem þið langar að segja? Þetta mjög sársökafullt ferli skal ég segja þér og ég tek yfirleitt margar atrennur að hverjum einasta pistli og þetta tekur alltaf langan tíma. Ég ætti náttúrulega bara að setjast niður, rumpa þessu af og standa svo upp frá tölvunni en þetta virkar ekki alveg svona. Nei. Og stundum þegar ég byrja þá veit ég ekki eins og hvert ég að fara. Ég bara rakst á einhverja góða sögu og mér langar til þess að kominni að og segja fólki frá þessari frétt sem ég var að lesa eitthvað merkilegt. Og svo þarf ég einhvern veginn að tróða því stundum í íslenskt samhengi. Og stundum ég búin að skrifa eitthvað og ég búin að rífa það niður og líma það saman upp á nýtt og ekkert gengur. En það svo fyndið að svona því erfiðara sem að skrifa pistilinn því betri verður. Og því svona sem langsóknari sem samlíkingin því skemmtilegri hún. Þannig að sársökin þess virði. Já, og gott að láta einhverja hluta textans liggja á milli daga kannski. Alveg. Að standa upp og koma að verkinu síðar, það hjálpar alltaf. Já, það er svo merkilegt með það að maður breytir sjálfur dag frá degi. Og það sem maður skrifaði í gær, maður aðeins annar maður í dag og stundum finnum maður að í gær var ég svona og aðeins og svona impulsífur eða eitthvað svoleiðis. Ekki einn kunstin að kæla textan? Það alveg rétt. Það alveg rétt. Maður þarf að einmitt að vera svolítið svona, maður má ekki láta tilfinningarnar hlaupa með þessi í gönur. Þannig ég reyni að skilja tilfinningarnar svona, þú veist, bara stundum þegar maður með skoðun á einhverju þá langar maður bara til að öskra og blóta. En ég reyni svona að halda aftur af því og bara textin sterkari ef hann yfirvegari. Já. En það fyndið að skuli segja sko að maður annar maður í dag heldur en í gær að nú ég búin að skrifa pistla í 20 ár og ég sko legg ekki svona í það að kíkja á hvað ég skrifaði fyrir 20 árum. Út af því að ég ekki sama manneskja og ég algjörlega ósammála mér fyrir 20 árum. Ég trúi því vel. Sko, pistlasagaðinn, förum aðeins yfir hana áður en lengra haldið. Hvar byrjaður sem pistlahöfundur? Ég byrjaði nú sem blaðamaður á Morgunblaðinu árið 2000, það var langt liðið, aldarfjórðungur og þá var Styrmir Gunnarsson ritstjóri og það var ofsalega góð og skemmtileg reynsla og ég hugsa nú alltaf mjög hlýlega til Morgunblaðsins og tímans á Morgunblaðinu. En svo flytti ég til Bretlands og ég svona aðeins að skrifa fyrir Moggan úr fjarlægð og svo byrjaði ég með ég sem sagt stofna fyrirtæki, bókaútgáfu og ég hef pistlaskrif hjá Morgunblaðinu í Viðskiptablaðinu þar sem ég að segja frá svona hvernig það að stofna fyrirtæki, reka fyrirtæki og þetta voru svona gamansamir pistlar hvernig gekk að reka fyrirtæki og það ekki fyrir 2010 sem ég sný mér svona pólitískari skrifum og það var fyrir Fréttablaðið og þá var þetta til gamans
geta þess að ég svona þeirra trúar að svona mistökin í lífinu þau kenna okkur mest og flest sem við reynum að gera misefnast. En það er samt mjög gagnlegt að mistakast og við lærum allt af því og velgengnin sprettur upp úr mistökunum. Sammála því. Og þegar ég byrja með pistla hjá Fréttablaðinu og það í rauninni svona vegferð sem sprottin upp úr mistökum. Og þetta eiginlega svona írónískustu mistökin sem ég hef gert af því að ég var að reyna að selja Fréttablaðinu pistla mistök. Já. Og ég vildi sem sagt svona, ég var að skrifa bækur og reyna að koma þeim til útgefenda og annað slíkt og ég vildi sem sagt skrifa pistla hvernig það að vera að reyna eitthvað og mistakast að ítrekað og þessi hugmynd, hún reyndist mistök að því Fréttablaðið vildi ekki kaupa þessa pistla en þá varum við búið að skrifa bakþanga og það var þá svona, þá fór ég að skrifa pólitík og svoleiðis og ég hef ekki hætt því síðan. Nei, þú hefur ekki hætt því síðan og þú ert á margra manna vörum. Þetta, sko, þú ertu enn að skrifa í heimildina? Ég enn að skrifa í heimildina, svo ég búin að vera í samstarfi við Vísi og ég svona hefðbundin frílanser. Ég bara hoppa á milli og tek af mér það sem býðst. Já. Og nú hóf ég þetta spjall á svona, mér langaði að vita eitthvað pistlana þína. Ég les þig fyrst og fremst sem pistlahöfund, en það kannski vegna þess að ég blaðamaður og einhver annar dagskrárgerðarmaður eða blaðamaður gæti hafið viðtalið á nýju bókinni þinni og ferlinu þínum sem rithöfundi. Þú hefur verið að skrifa fyrir börn og unglinga. En í mínum huga þá sem sagt, ég hafði ekki áttað mig á þessu sem þú segir eiginlega sagt og færir síðasti pistlahöfundur. Það kannski einmitt það sem að gerir þig fágæta með vissum hætti. Og það líka sko það að þú skuli búa utan landsteinnan á sama tíma og þú ert að horfa heim. Heldur það sé styrkur þinn sem pistlahöfundar að búa í London? Ég myndi segja þessi kostir og gallar og þetta svolítið svona eins og þú ert að klífa fjall, að þú ert að labba upp fjallið og horfir niður og sér grjótið undir fótum þér. Það ein leið til að sjá hlutina. En svo horfir á fjallið úr fjarlægð og þá ertu að horfa eitthvað allt annað, þá sérðu tindana og þannig að ég að horfa á þetta kannski úr ákveðinni fjarlægð og ég sé kannski eitthvað fjarlægð sem maður sér síður þegar maður staddur á Íslandi og svo sjáu þið eitthvað annað sem fyrir algjörlega fram hjá mér, þannig að svona, þetta bara mismunandi sjónarhorn myndi ég segja. En það náttúrulega það hjálpar alveg að búa í útlöndum þegar maður til dæmis að skrifa samfélagsmál. Ég á til dæmis ekki að hætta að rekast á fólki sem er að skrifa í röðin í bónus og þannig ég þarf ekki að vera hrædd við það. Já. Sko ég held að, ég man þetta nú ekki, en ég held að okkar fyrstu samskipti hafi verið þegar ég var að vinna á Fréttablaðinu og það vildi þannig til að það var stundum sem að ég var að skrifa einhverja fréttir sem að þú varst að leggja út af. Sko ég var alltaf að stela fyrirsögnunum, skal ég segja. Þú varst mikil uppspretta af hugmyndum í pistla. Ég var mjög sátt. Já. Og þá sko í tengslum við þetta, þá fór ég að velta það fyrir mér, já, hún sko, vinnur hún þannig að hún leitast eftir fréttnæmum punkti sem svona einhver höggpunktur og setur hann svo í miklu stærra samhengi. Það var svona, ég man að ég var að velta þessu fyrir mér sko. Ég var sjálfur að skrifa leiðara, hef sjálfur unnið töluvert pislaskrif, en mér fannst þú vera með einhver tök á þessu formi sem bara eru mjög fágætt og ég fór svona að velta fyrir mér, til dæmis núna mál ríkislögreglustjóra mjög til umræðu. Gæti maður vænst þess, af því að það svona ein stærsta fréttin kannski fyrir utan snjóin á höfuðborgarsvæðinu, gæti maður vænst þess að þú myndir fjalla hann í næsta pistli, leitarðu eftir því að svona fréttin sem með svona mikinn höggpunkt að fjalla hana í pistlinum en alltaf með einhverjum svona breiðari hætti. Já, ég reyni alltaf að fjalla það sem í deiglunni hverju sinni. Þannig ég reyni að hafa pistlana eins ferska og ég mögulega get. Já. En svo þetta svo skrítið sko að hugmyndirnar spretta dálítið náttúrulega. Ég ekki beint að horfa á, já þetta juicy frétt, ég verð að skrifa hana, heldur svona, það meira svona
fréttirnar koma til mín og hugmyndirnar koma til mín frekar en að ég sé að leita að þeim. Og ég svona hefðbundin fréttafíkill afleist eins og þú. Og stundum velti fyrir mig hvort að fréttirnar fyrir okkur séu svona eins og trúarbrögð, okkur líður eins og svona við fylgjumst með þeim og það gefur okkur ákveðna stjórn á tilveruna. Ef ég bara veit hvað að gerast, þá get ég haldið öllum hérna öruggum börnunum og manninum og bara og stýrt lífinu og svona þetta mín trúarbrögð að bara lesa fréttirnar og vita hvað að vera. En ég finn það á einhverju svona líkamlegu leveli þegar ég sé frétt sem vil skrifum. Þetta bara eitthvað svona, ég finn bara adrenalínið spýtast út og þá veit ég, ok, þetta það sem ég þarf að skrifa í þessari viku. Þannig að svona, þótt að ég reyni að skrifa það heitasta, að þá það líka, þetta þarf að kveikja í mér með einhverjum hætti. Einmitt, það þarf að kveikja í þér. Og þetta adrenalín sem þú nefnir, ástríðan, það uppspretta góðra verka, það ekki? Það rétt, það verður að vera ástríða þarna. Og líka þeir sem náttúrulega starfa í fjölmiðlum, þeir bara ástríðan það eina sem þú hefur, það engin önnur ástæða. Það ekki launin. Það ekki launin og það ekki þakkirnar, það ekki neitt. Þannig að það bara ástríðan sem heldur okkur gangandi. Já, sko, ég held ég geti staðhæft að stundum notar þú Bach þegar þú ert að fara að skrifa. Það rétt. Það ekki rétt? Ég mjög hrifin á Bach. Mjög hrifin á Bach? Já. En þá ertu að skrifa bækurnar, eða ekki? Frekar en pislana, eða hvað? Jú. Já. Ertu með ertu með heavy metal þegar þú skrifa pistil? Ég var meira svona grunge. Já, ok. Þannig að kannski Nirvana og Pearl Jam og eitthvað svoleiðis. Það myndi koma mér í svona reiðigíðum. En viðbrögðin og sko, af því að ég þekki það svo vel sjálfur, að þegar mér finnst í stundum, þegar mér hefur stundum á umliðnum áratugum, mér hefur stundum fundist að mér hafi tekist best upp í einhverju vinnu, beittu pistli, frétt eða eitthvað skúpi, þá hafa flestir orðið brjálaðir í kringum mig. Og ég fundi meira fyrir reiðinni heldur en að einhver segja að þetta var helviti flott. Og sko, ég hef fylgst með Facebook-síðinu þinni þegar þú ert að skrifa flotta og beita pistla, skemmtilega alltaf eins og þú segir. En hvað með viðbröðin? Eru margir að bögga? Eru margir að senda þér tölvupósta? Eru margir kallar að mansplaina og reyna að svona segja að já, aðeins að juglast núna vinkona, eða hvernig eru viðbröðin? Sko, ég eiginlega bara ótrúlega þakklátt með viðbröð. Ég ekki að fá neitt voðalega mikinn skít á internetinu eins og mjög margir að fá. Einmitt. Og þannig að ég þakklátt fyrir það og ég þakklátt fyrir bara, ég fæ mikinn stuðning og hvatningu og svona. En auðvitað svona einstaka einhver leiðinda skarfur sem að eitthvað hnýti í mann eða senda manni persónuleg skilaboð og það svo sem bara fylgir þessu. En ég þakklátt fyrir í rauninni hvað lítið af því. Já. Og ég myndi kannski segja að það svona hafi aðeins aukist í seinni tíð. En ég held að það sé bara að því mér finnst fólk vera orðið dónalegra en það var. Já. Það ótrúlegt hvað fólk einhvern veginn leyfir sér að segja og hvernig fólk talar við aðra. Þetta tíðkaðist ekki, held ég, fyrir 10 árum og ég skil ekki hvernig þú getur einhvern veginn látið dónaleg orð falla í garð fólks við þau persónulega og svo bara farið og knósa barnið. Mér finnst ótrúlega skrítið hvernig fólk fungerar í dag. En það bara tíðarandinn, held ég. Hann líka þannig í Bretlandi? Að vissu leyti já, og þetta náttúrulega tengist kannski internetinu og öllu því, en ég myndi ekki segja að það sé alveg jafn gróft þar. Nei, það umhugsunarefni. Sko þetta vopn, stílvopnið, þú getur sagt ótrúlega skarpa og beitta sögu einmitt undir merkjum húmors og hugsunar og samhengis. Hvað myndur þú segja að væri þýðingamikið að vera líka góður stílisti? Það náttúrulega skiptir alveg mjög miklu máli og svona tæknilega hliðin á þessu. Það ekkert nóg að æla út einhverjum tilfinningum eða skoðunum eða hvað manni finnst á blað. Nei. Það þarf alveg meira en það. Og svona mér finnst sko svona tæknilega hliðin í að skrifa oft vanmetin af því að fólki finnst, ég meina við kunnum alltaf að tala og við kunnum að skrifa og af því að þú kannt að halda á penna eða slá í lyklaborða þá finnst fólki það geta tjá sig og skrifa og sem svo sem bara flott og allir ættu að endilega tjá sig sem mest en
En það ákveðin svona tækni og ég tala stundum þetta sko art and craft að skrifa. Þetta ekki bara art, þetta ekki bara list. Og það vanmetinn partur af því að skrifa. Já, einmitt. Og þetta svona hvernig þú í rauninni beitir og beinir vopninu. Já. Það dálítið undir því komið hvernig þú færð, hversu góð þú ert í tækninni og svo leiðis. Já. En það náttúrulega bara æfing og flestir geta kannski náð upp einhverju færni í því ef þeir æfa sig. Já. En myndu halda áfram að skrifa pistla? Sko, ég elska að skrifa pistla. Það bara heldur mig gangandi og það kveikir í mér og svo lengi sem ég get haft atvinnu á því að skrifa pistla þá mun ég gera það en svona, þú veist nú hvernig fjölmiðla landslægið að breytast og fjölmiðlar þeim fyrir fækkandi og auglýsingatekjur hverfa af einkareknu fjölmiðlum og þannig að þetta orðið bölvaströggl. Já. Þannig að svona stundum velti ég fyrir mér hvort að þessi bara tímaspursmál hvenar fólk hættir hreinlega að borga fyrir skrif. Já. Og þetta aldrei fyndið svona með internetinu þá maður hélt að það hefði átt sér stað einhver svona lýðræðisvæðing með internetinu og allir gátu tjáð sig. Ókeypis háskóli fyrir almenning. Jú. Og ég heyrði áhugaverða kenningu nýverið að sko þetta opnaði vissulega á sko að fjöldin geti tjáð sig og fleiri geti tjáð sig. En að það að verða ákveðin svona elitismi yfir hverjir neita þá almennilegra upplýsinga. Já. Þannig að sko með internetinu þá eykst hverjir geta tjáð sig en þeim fækkar í rauninni sem kannski að fá almennilegar upplýsingar. Já. Og ég man í Bretlandi það voru pólitíkusar, hann Michael Gove, fyrrverandi ráðherra, hann sagði fyrir nokkrum árum þegar einhver skandall var í fréttunum og einhverju sérfræðingar voru fengnir til að tjá sig það. Hann sagði, við erum komið nóg af þessum sérfræðingum. En það held ég að sé mjög slæm þróun og við þurfum á sérfræðingunum að halda og við þurfum á fjölmiðlafólki að halda sem vinnur við að skrifa hlutlausar fréttir eins langt og það næra að fólk skrifi hlutlausar fréttir. Og það hverfandi og það held ég að sé afskaplega hættulegt. Já. Hér erum við ekkert að þykjast vera hlutlaus í mörgum málum en við reynum að vera sjálfstæð. Og það umhugsunarvert hvernig veröldin að þróast þessa dagana. Mér finnst mjög gott að þú komir inn á bara þennan vanda fjölmiðlunar, mjög maður sjá hann á hverjum degi. Svipuð umræða í Bretlandi fjölmiðla ástandi þar? Eða svipið þróun þar og hér? Það mjög svipuð þróun, en umræðan kannski ekki jafn hávær af því að náttúrulega ensku mælandi fjölmiðla umhverfi annað heldur en hið íslenska og það munu alltaf vera til enskir fjölmiðlar en á Íslandi þá sko þetta náttúrulega svo lítið málsvæði. Já. Og mér finnst merkilegt, við tölum mikið bækur og það mikilvægt að þú veist, fólk börn lesi bækur til að halda við tungumálinu. Já. En það líka ofsalega mikilvægt að það sé til íslenskir fjölmiðlar sem fjalla samfélagsmál og fréttir á íslensku og það meiri sem mikilvægt að við getum sko lesum rassin á Kim Kardashian á íslensku af því að þetta textin sem fólk að lesa á hverjum degi og það voða göfu hugmynd að allir að lesa bækur en við búum því meður í veruleikanum og fólk ekkert mikið að lesa bækur en það allir með síman í hendinni og þó sá texti sem fólk að lesa það texti á íslenskum fjölmiðlum. Þannig að það mjög mikilvægt að við náum að halda lífinu í íslenskum fjölmiðlum. En mér finnst einhvern veginn ekki hafa verið nægilega mikil umræða að halda lífi í tungumálinu og fjölmiðlum. Nei, og það náttúrulega svolítið háskaleg þróun ef fjölmiðlarnir að enda í höndum ólígarka og stærstu auðhringja og svoleiðis, það ekki heldur svo fjölmiðlum sem við verðum að verði eftir í landinu. En af því að þú nú í markaðsgírnum núna að kynna nýju bókina þína þá ætla ég nú ekki að etja út í svo umdeild mál. Takk fyrir það. Þú færð önnur tækifæri til þess síðan. Gjör það sinna. En þá komið að því að ég hefði nú átt að byrja með bókina í höndunum. Getur rétt mér gripið? Gerðu svo vel. Þakka þér fyrir. Sko, dóttir mín biður að heilsa þér. Heyrðu, ég byrð kærlega að heilsa henni. Ég veit að hún mikil tónlistakona. Hún það, en hún líka mikil bókmyndakona. Hún 15 ára gömul
og hún dauð öfundaði mig af því að ég var að fara að hitta þig í dag og hún sagði, ef það hefði verið í gær þá var ég í vetrarfríi, þá hefði hann bara getað komið hérna og spurti miklu betri spurninga en ég barna- og unglingabækurnar hennar. Það hefði verið gaman. Hún nefndi til dæmis Svikarann sem heitir ekki einn bókin Svikarinn? Jú. Já, sem henni fannst sem ein hennar uppáhaldsbók og ég spurði hvað gerir, af því ég hef ekki lesið barna- og unglingabækurnar hennar, ég skal viðurkenna það. Ég sagði, hvað gerir hann svona sterkan höfund, hana Sif? Hún sagði, það er svolítið erfitt að lýsa því, það er einhvern veginn það sem hún er að skrifa og tungumálið, orðaforðin og það er svona hvernig hún skrifar þetta. Að það er miklu meiri trúverðuleiki í því einhvern veginn og svona heldur og svo fór hún að telja upp margar mjög lélegar barna- og unglingabækur sem hún sagðist hafa lesið. Heyrðu þetta stundum frá börnum? Sko, það er ofsalega gaman þegar ég frétta því að krakkar eru búin að vera að lesa bækurnar mínar. Þannig að bara ég bið innilega að heilsa dótturinni og það gleði mig svo mikið að hún hafi haft gaman á þessari bók. Ég skilja því. Og því að það er svo mikilvægt að börn og unglingar séu með bækur sem þau geta lesið sem gerir svona í þeirra heimi, í þeirra samtíma með þá tækni sem börn nota. Það er svo auðvitað að segja maður lesa bara, já farið nú að lestu Laxness og Laxness er frábær en þú ert ekkert að fara að kveikja í 12 ára krakkum með sjálfstæðu fólki í dag. Það þarf ansi langa atrennu að Laxness. Já. Og þess vegna það er svo mikill skortur á barna- og unglingabókum. En ég meina ástæðan er náttúrulega bara markaðsöflin. Það er ekkert, rithöfundar lifa ekkert að því að skrifa bækur og hvað þá barna- og unglingabækur. Nei, einmitt. En sko, þú ert ekkert mjög gömul þegar þú gefur frá þér fyrstu bókina? Nei, það er 2006 held ég, já. Já, og hvað ertu búin að skrifa margar barna- og unglingabækur? Ég held að ég sé búin að skrifa 7 barna- og unglingabækur og ég skrifa bæði á íslensku og ensku. Já. Þannig að 2 af þessum bókum, þær skrifaði ég upphaflega á ensku og þær komið út í Bretlandi og það er svona skemmtilegt að fá að kynnast útgáfu heiminum bæði þar og hér og svona smæðin hérna á Íslandi, þetta er allt miklu meira kósi hérna sko og það er þetta að skrifa bók og gefa hann út bara ansi hratt og bara hlutirnir reddast eins og við Íslendingar gerum við reddum þessu. En í Bretlandi þá er þetta bara svo eitthvað mjög hægfara færiband og til dæmis höfundar, þeir eru ekki sjensi að tala við útgefendur strax. Þannig að það myndi banka upp á það jafn erfitt að komast inn til útgefenda eins og bara fá tepóð til drottningarinnar eða kóngsins núna. Já. Og þannig að fyrsta skref er að fá sér umboðsmann. Já. Og það er umboðsmaðurinn sem tekur handritið og hann fer og hefur sambandi við alla útgefendur og reynir að selja handritið og svo þegar það tekst að þá hefst ferli sem tekur kannski 1,5 ár, jafnvel þóttu bókin sé tilbúin. Og það þarf að, edita bókina og hannana og svo er búið til eitthvað háfleytt markaðsplan og þetta er allt í mjög miklu svona hægagangi. Það er erfitt fyrir óþolinmóða manneski eins og mig að þurfa að gera þetta svona hægt. Ég trúi því, en að samanskapi þá fylgir náttúrulega þarna ákveðin fagmennska og ákveðin gæði. Já. Og kannski aðeins meiri peningar heldur en að vera höfundur. Já, aðeins meiri peningar, en svo er bókabransin bara að skreppa saman allstaðar í heiminum. Það er hið sorglega. Já. Það er sorglega. En hefur þið vegnað vel utanlandsinn á enskri tungu? Já, bara nokkuð vel, já. Manstu hvaða var sem að kynnti hugan fyrst þegar þið datt í hug að skrifa þína fyrstu bók? Manstu hvers vegna þið langaði að skrifa bók? Hvað þið langaði að segja? Ég held að þetta sé bara einhver svona innri þörf sem þú hreinlega fæðist með. Bara þörfin fyrir að skrifa og ég held að ég skrifi bara til að skilja heiminn. Ég held að það sé svona ég er í raun ekkert að skrifa fyrir aðra, fyrst og fremst er ég að skrifa fyrir sjálfa mig, bara til að skilja veröldina sem við búum í. Já. Og ég held að það eigi við mjög marga. Þess vegna finnst mér svolítið fyndið þegar það verið að tala gervigreind og að hún muni gera út af við listamannin og rithöfundin og allt þetta. En það gleymist aldrei að maðurinn skapar list af því að hann hefur þörf fyrir að skapa list. Þetta er ferlið en ekki loka niðurstaðan sem á kannski vera einhver sölvara. Þannig að við gleymum af hverju við erum að gera það sem við gerum. Þú segir þú skrifir til að skilja heiminn, skrifar þú líka til að skilja sjálfa þig?
Klárlega. Það fylgir oft. Það má kannski nefna í þessari nýjustu bók þá einmitt einn karakterinn blaðakona sem í ákveðinni tilvistakreppu sem veltir fyrir sér hvort hún hafi valið rétt að braut í lífinu og hvort það hafi rétt ákveðin að fara í hennar bransa og svona það ákveðina efasemdir þar þannig að já, ég reyna að skilja sjálf á mig. Heyrðu, þá skulum við bara víkja talinu næst af alefli til þessara nýju bókar. Hún heitir Allt sem við hefðum geta orðið, eftir Sif, sem sagt. Það rétt sem að mér finnst ég hafa heyrt, þetta fyrsta bókin fyrir fullorðna sem Já, þetta fyrsta skáldsagan fyrir fullorðna sem ég skrifa. Já. Þannig að aðdragandinn að þessari bók með einhverjum hætti ólíkur þínum fyrir verkum. Já, það má segja það og aðdragandinn hann var langur. Svona hugmyndin kviknar fyrst fyrir, alltaf ekki komin 20 ár eða svo. Já. Ég sat á handritasafni Landsbókasafnsins og var að gera rannsóknir fyrir lokaritgerð í sagnfræði. Og ég var að skrifa Jón Leifs, tónskáld og Pál Ísólfsson, samskipti þeirra. Og þá sá ég þessa konu sem var alltaf eitthvað sniglast í bakgrunninum og það var fyrsta eiginkona Jóns Leifs. Já. Og ég hugsaði að þessi kona þarf að fá sína eigin sögu. Og ég velti fyrir mér að íhugaði að skrifa ævisögu hennar. Og svo komst ég að því að það var í rauninni hægara sagt en gert. Af því að ég skráði mig í sagnfræði því að ég held að sagnfræðingar hefði einhver völd. Ég held að það væru svona eins og dyraverðir og skemmtistað og þeir fengju að ráða hverjir kæmust á spjöld sögunar. Og ég held konur hafa hálfpartin verið skrifaðar út úr sögunni og ég taldi ástæðan að vera þá að allir sagnfræðingarnir voru kallar og þeir voru bara að velja einhverja gaura til að skrifa sem voru eins og þeir. En svo reyndist málið flóknar en svo og vandamálið oft heimildirnar þegar það kemur að kvennasögu, að það vantar heimildir. Og saga þessar Annýjar Leifs sem ég að skrifa og Jóns, hún sýnir í rauninni hvað gerist. Og þeirra heimili ríkir ákveðin svona varðveislu kúltúr, þau passa allt sem við kemur Jóni, öll bréf sem honum berast og dagbækurnar hans og svoleiðis. En allt sem við kemur Anný, hún var píanóleikari sjálf, því hent. Og til dæmis þau héldu tónleika, hún spilar á píanó og verk Jóns eru flutt og á Landsbókasafninu umfjöllun þessa tónleika, blaða úrklippa og öllu í umfjöllunni sem sagt var tónlist Jóns, því haldið en það búið að klippa í burtu það sem var sagt leik Annýjar. Hvers vegna heldur það að það sé? Það góð spurning. Það náttúrulega hún uppi á tíma þar sem konur eru í rauninni aukaleikarar í lífi eiginmanna sinna. Og tímarnir að breytast. Þannig að ég ætla rétt að vona að við sem hætta að tutla niður blaðagreinar og henda konunum úr greininu og halda kallanum eftir. Þegar við horfum öxl þá höfum við einmitt eiginlega öðlast nýjan söguskilning í því að karlsnillingarnir allir sem sagan heldur á lofti, þeir voru mjög oft með slegaðar vinnukonur, eiginkonur sem voru að hjálpa þeim með vinnu þeirra og alls konar störf frá mótni til kvölds. Já, algjörlega. Algjörlega. Og nú fólk svona aðeins farið að nota skáldskapinn til þess að endurvekja þessar konur, af því heimildirnar þar eru ekki til. Nei. Þannig að það færist svona í aukana að fólk sé að nota skáldskap til að gæða þær lífi. Já. Og til dæmis það svona þetta alveg vinsælt í Bretlandi að gera svona en hérna á Íslandi þá þetta kannski aðeins viðkomara út af smæðinni og þá ég svona hélt að ég væri ekkert að gera þetta af mér þegar ég skrifaði þessa bók en svo koma ákveðnar raddir og segja máttu þetta? Máttu skrifa þetta? Já, og ég bara, ég bað ekkert leyfi, ég byrði kannski bara fyrirgefningu. En og mann þetta líka í huga kannski til þess að vernda eða auka hróður karlsins sé konan, þáttur konar strókaðar út. Já, mögulega, hann svona eitt til hliðar. Já, eitt til hliðar. Og þannig að þér fannst þótt þú hafir fengið nú þegar fyrir útkomu einhverjar svona pillur eða má þetta, þá fannst þér öruggari leið að taka skáldsöguformið á þetta heldur en að skrifa fræðibók?
Já, það var líka svona mín leið til þess að gæðana lífi. Já. Og sem sagnfræðingur það er ofsalega skemmtileg tilfinning að sita á handritadeild Landsbókasafnsins og lesa bréf sem fólk skrifaði, fólk sem var til í alvörunni og þetta er svolítið svona persónulegt og manni líður eins og maður sé að horfa á eitthvað sem maður á ekki verið að horfa á og maður sé að gera eitthvað af sér, en það er svona, maður fær mikið kikk út úr því og ég vildi svona einhvern veginn gera lesandanum kleift að fá þessa tilfinningu, þetta skyggnast inn í eitthvað prívat líf fólks og það er svona pínu forboðið en pínu spennandi. En svo bókin fjallar samt fleira heldur en Annie, hún fjallar líka sko, þetta er líka samtímasaga. Já. Og hún segir frá blaðakonu sem telur sig vera að svifta hulunni af miklu bókmenntahneyksli. Já. Og svo fjallar hún líka skjalavörð á Landsbókasafninu sem er bitur því að hún hefur lifað í skugga móður sinnar sem er þjóðskáld allt sitt líf og hún vil svona brjótast undan hennar ægivaldi. Þannig að þetta er svona, þetta er samtímasaga og ég myndi segja þetta er saga okkar allra. Þetta er saga drauma, vonir og þrár og við eigum okkur öll drauma, vonir og þrár hvort sem við erum uppi núna fyrir 100 árum, eftir 100 ár þá er þetta allt sömu draumarnir og við stöndum í rauninni frammi fyrir sömu fyrirstöðunum núna og fyrir 100 árum og jafnvel hversdagslegum fyrirstöðum eins og það þarf að sjá fjölskyldunni farborða og það þarf bara elda matinn og taka til og eitthvað svona sko. Þannig að þetta er bara bók okkur og svo veist mér svolítið fyndið sko þegar maður næri ákveðnum aldri þá er svona eins og maður eigi ekki ennþá að eiga sér drauma, maður á bara að sinna skyldu sinni sem fullorðin manneskja og bara sjá börnin og passa upp á samfélagið og allt þetta og það er oft talað svolítið svona háðslega til dæmis miðaldra fólk sem á sér ennþá drauma og vil ennþá gera eitthvað og við tölum sko miðaldrakrísu, það fólk er í miðaldrakrísu en hvað er það annað en bara miðaldra fólk sem á sér ennþá drauma og er ekki búið að gefast upp og er einhver ástæða til að hafist á því? Nei, þetta er fallegt og skynsamlegt sjónarhóttum finnst mér. En eru margir tímar í bókinni? Eða er hún... Já, þetta er samtímasaga og svo er þetta saga Annjar og Jóns og þau kynnast árið 1918 í Leipzig, þau eru bæði í tónlistanámi og þeirra saga sem sagt á sér stað þar og nær svo nokkra áratugi til ársins 1970 þegar Annie deyr og hennar saga er saga af mörgu, hennar saga er saga af því hvernig var að vera gyðingur í þriðja ríki Hitlers. Hún er sagan af því hvernig var að vera uppi á þeim tímum þegar konur voru ekkert annað en aukaleikarar í lífi eiginmanna sinna og svo er hún sagan af því hvernig var að vera fátækur innflytjandi á Íslandi miðja síðustu öld. Þegar þú varst að skrifa kaflana aftur í tíman, er það kunst að setja sögusvið sem er trúverðugt? Er það erfiðara? Já, það er aðeins erfiðara. Og svona sagnfræðingurinn í mér hann svona á erfitt með að blanda saman skáldskap og sagnfræði og þannig að ég átti mjög erfitt með að fara langt frá heimildunum þannig að ég svona reyni að halda mig við heimildirnar eins mikið og ég mögulega get og það er til dæmis svona samtöl í bókinni sem áttu sér stað í alvörunni og tilvitnanir í bréf og annað slíkt sem eru alvöru heimildir. En svo náttúrulega þarf ég að gera persónunni upp svona innra líf og þar liggur skáldskapurinn. En allt hitt svona ytra lífið, það er byggt á heimildum og það allt áttu sér stað. Já. Kannski hugsu við ekkert svo ólíkt frá einni öld til annarar, kannski er mannshjartað og mannshugurinn alltaf á sínu stað. Það er einmitt það sem ég var að reyna að sýna fram á. Það svo fyndum við horfum til fortíðar okkur finnst sko, í gamla daga var allt öðruvísi og fólk hugsaði öðruvísi og var með aðrar langanir en það er ekki satt. Þetta er sama fólkið, sömu langanir og við í dag. Þetta var ekkert svo öðruvísi. Nei. Ég óska til hamingju með útgáfu þessara bókar. Er hún komin í búðir? Eða? Hún er komin í verslanir og það er útgáfupartí á morgun í Eymundsson á Skólavörðustíg klukkan 5. Allir velkomnir. Já, spennandi. Rétt í lokin, Sif, af hverju býrðu í Bretlandi? Hvað segirðu? Af hverju býrðu í Bretlandi? Af hverju? Já. Það er góð spurning. Ég er svo skotin í Bretlandi og ég kom eitthvað fyrst sem úrlingur með foreldrum mínum í hefðbundna túristaferð og ég svona einsetti mér að
búa í þessu spennandi landi þegar ég yrði stór. Og svo fór ég og maðurinn minn fórum í nám. Hann er íslenskur. Hann er íslenskur. Við fórum þangað saman, við vorum ekki gift þá, en við fórum árið 2002, fórum þangað í nám. Já. Og ílengdumst, komum aldrei tilbaka og ég held að það hafi alltaf verið svona leynilegt plan mitt á þess að ég hafi sagt neinum frá því að svona ég ætlaði að sjá hvort ég gæti nú ekki verið þannig aðeins áfram. Já. Svo Íslendingar eru samt svo miklir Íslendingar, þannig að maður ákvað aldrei að ekki flytja aftur heim. Það flytja flestir heim. Já. Og en við erum ennþá og börnin okkar eru nú elsta barnið, hún er 12 ára, þannig að það fer nú að vera síðasti séns að flytja heim. En við erum samt bara svona lítil Íslendinga nýlenda í London og allir Íslendingar eru í London við, hefur þessi myndina My Big Fat Greek Wedding, grískir innflytjendur í Bandaríkjunum sem er grískari en allt grískt og við erum svolítið þannig þarna í London og það er, haldið upp á 17. júní með stæl og það er, við erum með íslensku skóla og það er Íslendingafélag og til gaman sem að geta þess að þegar að yngsta barnið mitt fór á leikskóla, þá fórum við foreldrarnir í viðtal á leikskólanum og við vorum spurð að því hverju fagniði. Og við vorum svo vitlaus að þetta er svona kurteisa leiðin hjá Bretanum að spyrja hverjar trúar þú ert. Og við bara, hverju fögnum við? Já, fögnum 17. júní og Eurovision. Og næstu 10 árin þá fagnaði þessi blessaði leikskóli alltaf 17. júní með pulsum og fánum og Eurovision, bara fyrir okkur. Ég gæti ekki bara fundið skemmtilegri lokaorð en akkurat þessi. Kærar þakkir Sif Sigmarsdóttir, pislahöfundur, megir þú lifa að eilífu og halda áfram að skrifa. Til hamingju með bókina. Takk fyrir. Og vonandi verður gaman hjá þér í þeirri markaðsvinnu sem að nú tekur við hér innanlands. Ég veist ekki það. Og svo ferðu aftur út og haltu áfram að gera það sem þú hefur verið að gera og kæra þakkir fyrir komuna hér að Rauða borðinu. Takk fyrir búið í þáttinn. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Við höldum áfram með nýjan kafla hér við Rauða borðið eftir andartak. Jæja krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.